to take it. We need to encourage our friends, our colleagues, our patients to take it. And think about it. If you knew about a pill that had all these proven health benefits that I've just outlined for you, that physicians would be prescribing it, that you would be encouraging all your friends to take it, that the healthcare system in America would find a way, no matter how expensive that medication was, we would find a way, the pharmaceutical industry in this country would convince legislators we have got to pay for that drug for every American. Ég heiti Ingvar Hákon Ólafsson, heilataugaskurlæknir á Landspítalanum. Við mennirnir búum yfir algjöru undralyfi. Þetta lyf það veitir í raun enginn hvenær þetta var fundið upp og líklega hefur þetta bara komið með þegar við erum að þróast. Það hefur merkilegt nokk eins og þetta öflugt lyf og gott og hjálpar öllum, enginn hefur fengið Nóbelsverðlaun fyrir þetta til dæmis, það alveg merkilegt. Þessi töfrar þessa lyfs fylgja okkur alveg frá fæðingu þangað til að yfir lýkur. Það kemur okkur gott skap, kemur okkur áfram, lætur okkur líða vel, gerur okkur skemmtilegri, gerur okkur eldri, gerur okkur fallegri. Komið sæl, ég heiti Ágústa Jónsson, framkvæmdastjóri hreyfingar. Ég ætla að segja ykkur frá minni upplifun af undralyfinu, að þetta bara besta lyf sem fyrirfinnst að mínu mati. Já, ég byrjaði mjög ung að nota þetta lyf og í rauninni bara ánetjast því. Og í rauninni má eiginlega segja að allt líf mitt snýst svolítið bara þetta lyf. Það er eiginlega þannig. Og það er bara mjög gott mál. Í gegnum aldanna rás hefur mannkyni leitað að undralyfi sem læknar öll mein og jafnvel með svo virkum efnum að það veiti þeim sem neyti þess eilíft líf. Meira að segja nú á tímum eru vísindamenn að leita að lyfi sem mögulega gæti læknað alla sjúkdóma ásamt því að reyna að finna leiðir til þess að sigrast á ellinni fyrir fullt og allt. Á arabísku talað lífsins elixir sem kemur fyrir í frumkristnum fræðum. Í Asíu talað Amrita, hinn guðdómlega lög, og í Grikklandi til forna var það ambrósía. Allt þetta drykkir eða matur sem áttu að lækna alla kvilla og veita ódauðleika. Það merkilega að í forn Grikklandi var til undralyf sem var almennt í hávegum haft og haldnar stóra samkomu þar sem lyfi var lofað og ávinninga þess dásamaðir. Virka efnið í lyfinu hefur í raun alltaf fylgt mannkyninu. Á 19. öld var það einangrað og kallast kínísi. Miðju 20. öldina kom fram enn virkara form á því og ber það nú nafnið kínísis þar sem lítilli setu var bætt við til aðgreiningar frá kínísi. Forvera líkamsræktarstöðva í Bandaríkjunum, svokallar heilsuhallir, komu fram undir lok 19. aldarinnar. Þeim var í langflestum tilfellum stjórnað af læknum. Einn læknir, J. William White, sagði árið 1887: höfum þá hreinu að aðal tilgangur þjálfunar að öðlast eða viðhalda heilsu. Þjálfun mikilvægasta meðferð sem læknir getur boðið upp á í dag. Hún getur verið uppáskrifuð til að laga líkamlega kvilla eða sem forvörn, rétt eins og lyf lyfjafræðinnar. Við upphaf 20. aldarinnar urðu miklar framfarir innan læknisfræðinnar. Hin vísindarlega aðferð fór að ráða ríkjum, ný lyf, bólusetningar, röntgen og fleira fór að ryðja sig til rúms. Læknar samtímans mistu áhuga á undralyfinu, það var ekki nógu spennandi, arðbært eða sérhæft, svo það datt í gleymskuna dá innan læknastéttarinnar. Heilsuhallirnar breyttust, íþróttir þróuðust og náðu vinsældum. Það krafðist sérhæfingu íþróttaþjálfara sem tóku yfir stöðu læknanna. Heilsuhallirnar viku fyrir körfuboltavöllum, sundlaugum og öðru slíku. Þessi þróun leiddi til þess að heilsufarslegir ávinningar þjálfunar voru settir til hliðar og íþróttir fóru að snúast að finna framúrskarandi keppnisfólk. Heimur læknavísindanna taldi keppnisíþróttir geta verið skaðlegar heilsunni og því fjarlægst læknastéttir íþróttir enn frekar. Á sama tíma og Bandaríkjamenn státuðu af fremstu íþróttamönnum heims, þá minnkaði hreysti almennings og þjóðin fór að fitna. Upp úr miðri 20. öldinni komu fram á sjónarsviðið fræðigreinar eins og þjálffræði og hreyfifræði sem unnu samkvæmt henni vísindalega aðferð eins og læknisfræðin hafi gert 50-60 árum áður. Við það fóru aldagamla kenningar mikilvægar hreyfingar fyrir heilsu og forvarnir gegn sjúkdómum að heyrast aftur. Á sama tíma komu fram vísbendingar að kyrrseta væri einnig þáttur sem bæri að skoða vel
því hún virtist tengjast mörgum þrálátum sjúkdómum. Þetta undralyf hefur mikið verið rannsakað síðustu áratugi og hafa niðurstöður sýnt fram á raunveruleg jákvæð áhrif þess á heilsufar. Manneskjan gerð til þess að hreyfa sig en kyrrsetuhegðun eykur líkur á ótímabærum dauða. Til að ná fram sem mestum heilsusamlegum ávinningi af undralyfinu verður það að vera tekið að staðaldri, helst flesta daga vikunar út allt lífið. Það erfitt að meta nákvæman skammt undralyfsins fyrir hvern einstakling, en með skammti átt við tegund, ákefð, tíðni, lengd og magnhreyfingar sem framkalla raunveruleg jákvæð áhrif á heilsu eða afköst. Margar þjóðir hafa gefið út ráðleggingar skammtastærð lyfsins sem henta sem flestum einstaklingum. Ráðleggingar sem Lýðheilsustöð hefur gefið út hljóða upp á 30 mínútna miðlungserfiða hreyfingu á dag. Það má skipta þessum 30 mínútum niður í styttri tímabili við daginn, svo sem 10–15 mínútur í senn. Mikil hreyfing fylgir þó aukin ávinningur fyrir heilsu og vellíðan. Þessar ráðleggingar í samræmi við alþjóðlegar ráðleggingar eins og WHO eða World Health Organization sem ráðleggja 30 mínútna hreyfingu á dag af miðlungsákefð eða 15 mínútur á dag með mikill ákefð, 5 daga vikunar eða blanda af þessu tvennu. Dæmi miðlungsákefð til dæmis að ganga rösklega eða nota stiga, en mikil ákefð til dæmis hlaup eða hjólreiðar og þess háttar. Með þessu lyfi eiginlega bara nauðsynlegt að það mun meiri virkni ef að þú passar að borða bæði vel, borða hæfilega mikið í kringum inntöku lífsins og þá sérðu einfaldlega meiri áhrif. Ég mæli með hreyfingu fyrst og fremst kannski þegar mann líður svo vel. Það náttúrulega mjög fjölþætt áhrif sem hefur heilsufarsbætandi bæði á andlega, líkamlega og félagslega heilsu og skilgreining á heilsu þetta fætt. Þannig að ég held að það sé ekki hjá því komist að segja að þessi 3 þættir séu lykilatriði. Mikilvægt að byrja að hreyfa sig snemma á lífsleiðinni og hafa rannsóknir sýnt að hreyfing hefur mikið forvarnagildi fyrir ýmsa lífstiltengda sjúkdóma og þar má nefna hjarta- og æðasjúkdóma, krabbamein, offitu, sykursýki 2 og beinþynningu. Hjarta- og æðasjúkdómar algengustu lífstilsjúkdómar í heiminum í dag og þess má geta að það bil 14 milljónir manna deyja úr þeim sjúkdómum á ári hverju. Næst algengasti lífstilsjúkdómurinn krabbamein og hægt að rekja 25% krabbameinstilfella til kyrrsetu og offitu. Talið að hreyfing geti minnkað líkur á brjóstakrabbameini 30–60%, ristilkrabbameini 20–60% og leghálskrabbameini 20–40%. Offita hefur aukist gríðarlega á undanförnum áratugum. Á ári hverju deyja fleiri úr offitu heldur en úr hungri. Sykursýki 2 gjarnan fylgifiskur offitu, en tíðni hennar talin vera 4–5% eftir 20 ára aldur og 20% hjá eldri en 70 ára. Rannsóknir sýna að hreyfing og næring hafa mikið forvarnagildi fyrir þessa sjúkdóma. Þá beinþynning algeng, sérstaklega meðal kvenna eftir tíðahvörf. Styrktaræfingar góð forvörn fyrir beinþynningu og það sem það styrkja líka vöðva, minnka líkur á beinbrotum. Þunglyndi einnig vaxandi vandamál og samkvæmt upplýsingum úr WHO frá árinu 2000 þunglyndi 4. stærsta heilsufarsvandamál í heiminum í dag. Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif hreyfingar gegn þunglyndi. Jákvæð áhrif undralyfsins fyrir aldraða ótvíræð. Til dæmis hefur verið sýnt fram á að hægt sé að seinka heilabilun með hreyfingu. Það ætti því enginn að vera í vafa stórkostleika þessa lyfs og það hversu jákvætt það fyrir mannfólkið að ánetjast því. Þetta sennilega eina lyfið í heiminum sem jákvætt að vera háður til æviloka. Við hvetjum því alla til að hreyfa sig að minnstakosti 30 mínútur á dag, auk styrktaræfinga 2–3 sinnum í viku. Því betra þrek þýðir alla jafna betri ávinning og munum að það aldrei of seint að byrja. Hreyfing líkamanum holl
og þetta eru ýmis jákvæð áhrif á efnaskipti líkamans og dregur líkur offitu og þessi þættir, til dæmis með því að draga offitu og getur dregið úr líkunum því að krabbamein myndist. Nú ef krabbamein myndast og maður greinist með krabbamein, þá mjög jákvætt að vera í góðu líkamlegu formi og svo ástunda hreyfingu, vegna það hjálpar fólki, krabbameinssjúklingum, að takast á við krabbameinið. Það gerir meðferðina auðveldari, það hjálpar líkamar bara allan hátt, að líkaminn tekst betur á við meðferðina og krabbameinið. Og svo hefur náttúrulega hreyfing mjög jákvæð andleg áhrif og svona almennt félagslega jákvætt að ástunda hreyfingu. Og það mjög mikilvægt þegar maður tekst á við krabbamein að þessi andlegi stuðningur sem maður fær út úr hreyfingu. Þannig að við ráðleggjum hreyfingu, ráðleggjum öllum að hreyfa sig, við ráðleggjum þeim sjúklingum sem koma til okkar að hreyfa sig og bæði til að takast á við meðferðina og líka til að takast á við eftirköst meðferðar, það eftir þunga krabbameinslega meðferð eða skurðaðgerð, að þá ráðleggjum við og sendum fólk í sjúkraþjálfun og einhvers konar endurhæfingu. Ef þú spyr svona almennt hvað maður hreyfa sig mikið, þá er kannski erfitt að svara eitthvað nákvæmlega, svona almennt að reyna að sníða það eftir getu hvers einstaklings. Ungt og hraust fólk ætti að geta hreyft sig talsvert, meðan eldra fólk og ekki eins hraust gæti kannski þurft að sníða sér frekar stakk eftir vexti. En það myndi ég gera bara í samráði við þinn lækni eða sjúkraþjálfari eða annað fagfólk. Og svo fyrir utan krabbamein þá hefur náttúrulega hreyfing mjög jákvæð áhrif á líkamann á allan hátt. Það hefur jákvæð áhrif á hjart- og æðakerfið, það hefur jákvæð áhrif á beinþéttni, það hefur jákvæð áhrif í meldinguna og svo þetta jákvæð mjög andleg áhrif og allt þetta stuðlar að betri heilsu hvers einstaklings. Já, komið sæl, ég heiti Jónína Ben og ég íþróttafræðingur, útskrifast frá McGill háskólanum í Montreal í Kanada. Íþróttir hafa alla tíð, allt mitt líf, verið mitt helst áhugamál. Ég hef lært á löngum ferli í greininni að það ekki alveg sama hvernig við lítum á hreyfingu. Allir vita að hreyfing fjórþætt. Hún snýst styrk, úthald, liðleika og síðan hvernig líkaminn samsettur eða það sem við köllum á ensku body composition. Hins vegar vita ekki allir það að endorfin og encefalínkerfið sem virkar best undir hreyfingu og okkar náttúrulega hormón hefur aðra þætti sem fela í sér vellíðan heldur en eingöngu það að okkur líður vel þegar við hreyfum okkur. Það vita ekki allir að þegar við hreyfum okkur ekki þá byrjar líkaminn í raun og veru að undirbúa sig fyrir dauðan. Hann heldur að það komi tími til að fara í kistuna. Þessar frumur sem við köllum reyndar ekki drápsfrumur, því að drápsfrumurnar í líkamannum eru góðu frumurnar sem við framleiðum, þrátt fyrir að enginn viti hvaðan þær koma, sem eru í raun og veru immunoglobulín sem við framleiðum þegar við erum að hreyfa okkur. Þetta er ekki þær frumur. Þetta eru eingöngu frumur sem undirbúa okkur fyrir dauðan. Þess vegna er gríðarlega mikilvægt að líta á hreyfingu sem eitt mikilvægasta lyf til þess að halda lífi og viðhalda lífi. Ef við hreyfum okkur ekki, þá fær líkaminn þau skilaboð, já, þessi bara er tilbúin að kveðja. Hann vill ekki meir, hún vill ekki meir. Og þess vegna mælum við með reglulegri hreyfingu, samt ekki of mikilli, þannig að það getur verið streituvaldandi. Og við vitum sem vinnum í mínum geira, sem er svona hreinsun líkamanns eða detoxification, við vitum að streita sem veldur því að of mikið kortisol framleitt orsakar ákveðna sjúkdóma, lífsstílssjúkdóma. Þess vegna verða þeir sem er að byrja að hreyfa sig að fara varlega, byrja hægt og aldrei gera neitt sem er leiðilegt. Og við þurfum að passa þetta eins og gull, vegna að hvað það eitt sem við hugsum skiptir mestu máli það hvað við gerum. Þannig að hreyfing og hugarfar, mataræði, erfðir og umhverfi er það sem við þurfum að líta á í öllum tilvikum. Hversu mikið hreyfir þú þig? Hvað maður segja? Sem móður 3 barna þá hreyfi ég mig eiginlega stanslaust. En markviss hreyfing er þarna, ég er 3 vikur með kennslu og svo
svo reyni ég að hreyfa mig markvisst þess á milli meira með svona útivist og slíku. En vandamáli kannski, eða ég veit ekki hvort það er vandamál, en það er eins og með öll lyf, maður þarf að gæta varúðar við notkun þeirra. Sum eru hættuleg og önnur eru minna hættuleg, en öll hafa þeir einhverja aukaverkanir, og þetta lyf hefur það líka, þó að það séu litla nema þessi neytt í óhófi, og það er ekkert óalgengt að það gerist að fólk neyti þessi óhófi. Það telur að eftir því sem notar þetta lyf meira því betri virkni fári, en það er ákveðið mörk á því, þannig að það getur vissulega ónotað það og það getur að fara illa með skrokkinn og bara illa með liði og vöðva og nýru og líffærin okkar og hjartað. Þannig að það sem að gildir í öllu, það er þið gullni meðalvegur, og í rauninni erum við þróuð, þróunin á manneskjunni hefur tekið milljónir, 20 milljónir ára, og það er, við erum göngudýr, og við sitjum orðið mikið í stóran hluta dagsins bara í stólum, og líkaminn okkar hefur ekkert aðlagast í hann. Það verður ekki fyrir eftir einhverju milljónir ára sem að manneskja verður að breyta þannig líkamannu sínum að við getum að líti út sem einhver kjör hannaður til að sitja. Þegar maður að lýsa þessu fyrir fólki sem læknir að það þurfa að hreyfa sig, þá er það engin uppgjöf að við sem finnum ekki lausnina. Lausnin er einmitt að hreyfa sig. Þannig að hreyfing er af ekki bara einu góða, hún er af einu besta. Að lokum vil ég bara hvetja alla til að leggja stund á hreyfingu reglulega, innleiða hreyfingu inn í sinn lífstíl sem bara fastan þátt allt lífið. Hreyfing er sannkallað undralyf, það er ekkert flókið. Con los terroristas. The Harlem Shake.